Komið sæl, ég ætla að skella hérna í skákdagsins í þriðju umferð og já, það komið eitt annað greina heldur en að skoða skák, stigasta skákmann Íslands á efsta borði á Evrópumóti í þriðju umferð. Hjörvar Steinn Grétarsson mætti í dag Matthías Blúbám, stigasta skákmanni Þjóðverja og vinda okkur í skákina. Hjörvar hafði hvítt leikina C4. Blúbám kom hérna nokkrum mínútum á seint. En leið á mætti kom leikinn nokkuð hratt hérna, enskuleikur, svokallað 4 riddaratafl í enska leiknum og Hjörvar leikur hérna 1-4. Sem hefur gert áður, þetta svona bótuning, ætti við bótuningssystemi svokallað. Hvítur gefur hérna eftir hól á D4 en svona fær ákveðið rými í staðinn. Blúbám leikur hérna biskup C5, drepa á E5 og D4. Fljótlega hérna eftir þessi byrjun þá fór Blúbám svona að hugsa málin og greinilega ekki alveg sáttur við gangmála. Dronningin setur hérna riddarann, það pressa á C3, svartur bara C3 og biskupur Hjörvar á A5. Hvítur náttúrulega komið skelfilega veik peð hérna og C4 og C3. Tvípeð og stök, en hann svolítið undanlega skipan og með mikið rými sem skapast í kringum þetta F5 peð. Þar er ekki þessi peð svolítið svona utagáta og eins og ég segi, liðskipan er svolítið eftir kóngurinn ekki búin að hróka og menn ekki komnir út. Svartur allar hrókar og Hjörvar leikur hann hróku D og við fyrstu sýn virðist var svartur megi ekki leika D6 og það var vantarlega hugmyndi með hróku D en Blúbám leik henni samt D6. Hjörvar drap ekki, hann leik biskup E2. Hann drepur það held ég að leikur eins og dróning F6 hafi verið hugmyndinni hjá Blúbám. Þú vissir að drepa hér en það er onni hérna með skák og menn svartur að koma út, það getur komið skák hér, biskup út, getur fengið tempo, segjum að leikur okkur D3, tempo hér og fleira. Þannig að einhver óþægindi sem höfnuðist ekki Hjörvari og hann leik hérna biskup E2. Biskup D7 hjá Blúbám. Annar svona dýnamísku leikur, þú veist, það er onni hér, þá allt í einu nær svartur aðeins að minnka bilið í liðskipan. Þannig að Hjörvar hrókar ákveður að klára liðskipan og kemur D til B5. Biskup til B5 og dróning E7. Svartur þarf aðeins að passa sig, til dæmis dróning E8, þá getur komið dróning D5, tvöfölda árásina. Þetta er dróning E7, getur líka leikið dróning D5 en munurinn er kannski ekki stór munur. Við getum leikið hér svo dreip ég hér. Já, við skoðum þetta í útsetningu, það var eitthvað annað sem að dróning E8 var eitthvað aðslakari hérna út af einhverju. Líklega einhvers konar C5 leik. Kannski verður bara eitthvað svona, hrókur D5 og C5 eitthvað slíkt. Man ekki nákvæmlega. Allavega, dróning E7 töldu verið nákvæmari og því munir nú ekki alveg ástæðuna. Þá kom hérna hrókur D5, setur hérna á biskupin A5. Blúbám leik hérna biskup B6. Já, nei, ég er að taka upp hérna. Kom hérna tröflun, hann er búin að byrja stafsynningar, höldum bara áfram. Eftir biskup B6 þá kom hérna biskup D3 og já, ég var að lýsa hérna í dag með Sokolov og við töldum svona að þetta lítur að hættilega út. Hvítur er komið með ýmsar hótanir, til dæmis í stöðunni er hótun að drepa hérna H7, leika dróning H5 og drepa svo bara G7. Svokallað tvöföld biskupsfórn laskar en Blúbám varðist vel hann leik F6 og já, þetta er blessaður Böggur. Sorry, ég var það. Nei, ég er ekki tökka. Það er komið mynd. Þú veist ekki mynd, nei. Við erum að hérna fólk að kvæða hérna mótsta. F6 og biskup fór tilbaka á D4. Og allt í einu kemur þessi möguleiki að leika biskup C6 sem að, Blúbám leik ekki, heldur leik C5 fyrst. Það var kannski hrættur með það að Hjörvar myndi leika C5 sjálfur.
Þannig að hann leik C5, biskup E3 og þrá biskup C6. Kostur og galla vinna C5-leik, gallið náttúrulega þessi biskup verður aðeins verri. En hérna ekki erum við bara að tapa skiptamun. En ok, hann leikur hérna H4. Kemur að dæna heitir ágætis leikur. Biskup hérna 4, svartur tekur í skiptamun strax, hrókur F1, kongur H8. En hrókur kennst ekki neitt, það er rónu E4, en hann fær alltaf skiptamunni þegar hann vill. Eftir H5 loksins tekur hann D5. En nú sjáum við þetta peð á H5, það er ansi gagnlegt. Og eftir drótning E6, biskup F5. Drótningin hörfar, ef hún fer á E7, getur komið hrókur D7, fara eitthvað peð að falla, þá getur komið flotta bætur. Bæturna felast oft í því að hann er með svona ákveðið valda hvítarætunum sem svartur getur ekki fundið mótvægi við og þessi biskup er hans slæmur hérna líka. Þannig að drótningin fyrir tilbaka á F7 eftir biskup F5. En þá kemur aftur biskup F4. Og hugmynd hvíti er bara að leika hérna drótning F5. Þá erum við þetta batteri hérna, hótum að drepa. Og Blúbán vildi ekki leyfa það, hann leika aftur drótning E6 og við fengum þráleik. Og líklegast var ekki Hjörvar því fegin, svona í enda dagsins, eftir að hann fór að tapa þessi skiptamun sem hann svona stemdi ekki í. En líklegast var Blúbán nú bara fegin líka, hann var svona undir mikilli pressu, var ekki ánægður með byrjunina og staðan sérstaklega eftir hrókur D5 og biskup D3 lítur svona mjög hættulega út. Það eru svona allir menn virkir einhvern veginn og hóta einhvern veginn að koma hérna með í partíið. En F6 verið stoppið upp eitt allt. En allavega, gott jafntefli Hjörvari og hann er ennþá í góðum málum með 2,5 í 8. til að ég held 25. sæti, eitthvað slíkt. Og áfram til sigurs. Sjáum síðar.